Herðu, þá komið að því að fá fréttir af Gaza og fréttarítar okkar. Maggastína mætt. Hvað að frétta núna? Já, það náttúrulega kannski helt að frétta sem fréttarítar átti ekki sagt frá því að eyðingar eru hafnar á Vesturbakkanum. Það sem að Ísraels her hefur hafið stærstu aðgerð sem þeir kalla á hernumdum svæðum Vesturbakkans bara í 20 ár að sagt og það eru 100... Og með hvaða markmiði að vekja skelfingu og ótta eða eru þeir að ryðja svæði fyrir nýjar landamærabyggðir eða hvert? Já, það var þykist þeir vera að ganga til bols og höfuðs og Hamas? Þeir eru bara, þetta áframhald bara á þessum þjóðurnishreinsunum hinum við þessi, það var Katz heitir hann sem heitir hann ekki bara Ísrael Katz, utanríkisráðherra sem að hefur opinberlega kallað eftir því að Palestínumenn á Vesturbakkanum verði reknir á flótta með sömu aðferðum á Gaza og þetta eitthvað sem hann gefur út bara opinberlega því hann segir að við þurfum að takast á við ógnina nákvæmlega eins og við tökumst á við hryðjuverka mannvirki á Gaza þar á meðal með því að flytja á brott tímabundi palestínska borgara og þau önnur skref sem þarf sem nauðsynleg eru. Þetta stríð allt, segir hann og sem að ég áttam ekki alveg á orðanotkuninni this is a war for everything og við verðum að vinna það, segir hann. Þannig að það er meira en 650 palestínumenn líka börn og bara almenni borgarar drepnir bara frá því október síðastliðinn á Vesturbakkanum viðbót við þessa 40 og eitthvað þúsund á Gaza. Það hefur virkað eins og að sé svona tilviljunarkenndar erjur ef maður vill orða þannig. Já, en núna komið eitthvað svona skipulag þannig að það hefur verið að ýta af stað einhverju fólksflutningum. Já, það er bara nákvæmlega sama aðgerð. Það er reynsa Vesturbakkan líka? Já, það er það sem liggur fyrir. Og bara til þess nota þeir sömu tól og áður. Það eru bara vopn frá Bandaríkjunum og Evrópu og Kanada. Lítur svo á að aðgerð þeirra á Gaza séu ekki að grafa undan þeim eða að alþjóðavettvangi til þess að geta komist upp með þetta. Nei, ég meina, en það er það ekki svo. Það hreyfir engin mótbárum og við erum neitt til þess að horfa á þetta. Þetta er eiginlega svona spurningum að við höldum bara af stað við almenni borgarar Vesturlanda. En markmiðið er algjörlega skýrt að því að utanríkisráðherrann segir bara þetta séu þjóðurnishreinsanir og þú veist og þeir hafa náttúrulega ekkert og það verður ekkert áðalogið þeir hafa verið mjög hreinskilnir og hreinskiftnir með sínar yfirlýsingar. Þú veist og fasista þessi fasistastjórn hún fer ekki í grafgötu með það sem að fyrirætlan sína. Já, það var eitt af því sem kom fram hjá Alþjóðadómstólnum því að eina forsendum þess að sé hægt að segja þessi líklega, mögulega þjóðamorð í gangi. Það er að það sé skipulagt og þá vísu þau í ummæli ráðamanna. Já, akkurat. Sem eru svipuð þessi. Já. Og þetta þetta er ekki múr eða þetta er ekki eitthvað sem frá böndunum, þetta er ekki einhverja hernaðaraðgerðir sem óvart verða til þess að leiði til draps á óbreyttu borgurum. Það fer ekki fram við neinum að það er í gangi. Já, og sama líka koma fram að þetta sé raunverulega skipulagt frá grunni. Já. Og það er þarna í þessu tilfelli er líka þeir eyðileggja allt, þeir eyðileggja vegi, þeir eyðileggja orkuinnviði, eyðileggja vatnsleiðslur, eyðileggja heimili, jafnaði bara við jörðu til þess að hleypa þessu þjófahyski að og það er geriðing bara alger. Þú veist, skipulögð geriðing og við vitum hvað það þýðir. Og þú mötur að segja vegna þetta haldi áfram eiginlega vegna þöguls samþykkis Vesturlanda og bara þjónustuðningi. Já, ég meina það er það og ég meina ekki bara ekki þögul samþykkis heldur er í raun og veru þeir sem að útvega þeim vopn til gjörðana eru náttúrulega höfuðgerendur í málinu. Í raun og veru mætti segja að Ísraels her væri
svona vinnuafl hjá Bandaríkjunum til dæmis, sko, við þetta þjóðamorð og Þýskalandi og fleirum, sko. En Alþjóðadómstólinn sem að segir þeim að hætta, að það verði að stoppa þetta, verði að koma fólkinu til hjálpar. Það hefur líka farið í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna einhvers konar krafa vopnahlé. Já. Það gerist ekkert, þannig að það skiptir engu máli hvað alþjóðastofnanir segja. Nei, það skiptir engu. Enda líka eiga bara, þar sem að þeir sem eiga peningana, þeir á það hefur aldrei verið skýrara í heiminum í dag. Og það alveg sama hvort að, þú veist, almenningi boðið upp á að horfa á stríðsglæpi, skilurðu, allan daginn og allan nætur eða ekki, sko, og hvort fólk, sko, deyrist og 50 manns eru drepnir á dag í marga mánuði, þú veist, það hefur ekkert að gera, þú veist, og skiptir þetta fólk, ráðamenn heimsins bara ekki nokkru einasta máli, sko. Það sem að fer svona í taugarnar á þeim, auðvitað er þetta, sko, það sem fer í taugarnar á Ísraels stjórn og Ísraels, svona Ísraels partinum á sér, er að það er auðvitað mótstaða og þessi resistans frá Palestínu. Því að þegar þú ert búin að, sko, vera með fólk undir hælnum á þér í marga áratugi, og það gengur svona jafn illa og raun ber vitni einhvern veginn að kremja það alveg, að þá verður þetta pirraður, sko, þú veist, og það er það sem við sjáum, sko, þess vegna sjáum við þetta, sko, þú veist, þetta svona þessa grímulausu ílsku, þar sem að þeir, sko, þú veist, þetta er algjörlega hamslaust ofbeldi og það var til dæmis, sko, svo má svona farið einmitt bara út í svona leiðilegri atriði, sko, svo maður farið þessu út í leiðilegri atriði þessu þjóðamorði. Þá er það, sko, til dæmis Human Rights Watch, sem sagt, það verður sem sagt í sambandi þessar pyntingar sem hafa auðvitað verið á, sko, öllum gengið ljósum logum á miðlum undanfarið, nema sömu miðlum. Það verður ekki eiginlega hyrst, til dæmis, það verður ekkert verið fjallað út þessar pyntingabúðir Ísraels í hvorki útvarpinu, sjónvarpi, ekki hér á landi, sko. Og þegar ákallað Alþjóðadómstólinn til rannsóknar á þessum pyntingum, þessum viðurstyggilegu pyntingum, það eru nálægt í að vera 10.000 palestínski fangar í fangabúðum í Ísrael eða hann í eyðimörkinni einhvers staðar hann rétt hjá. Og þar sem að, þú veist, einhver svona viðstyggilegasti tortúr fer fram sem að, sko, mannshugurinn getur kannski ekki ímynda sér. Nú það er, og það er að hafa heilbrigðisstarfsmenn voru teknir höndum við vinnu sína og og þeir hafa verið að lýsa þeim pyntingum sem að þeir hafa gengið í gegnum. Þeir eru kannski svona betri til þess að lýsa því, sko, af því þeir eru heilbrigðisstarfsmenn og þar sem að þeir eru barðir hverja einustu mínútu á öllum stöðum á líkamannum, þar sem þau fá raflost, þar sem þau eru beitt í kynferðisofbeldi með, þú veist, nú er ég að æfa mig, sko, því ég get alltaf sagt þetta en það verður að segja þetta þeir eru með hópnauðgað með rifflum, skilur, þetta er svo ógæslegt að og sko fyrir utan alltaf bara að þeir hafa verið aflimaðir þegar þeir eru í haldi og þá er það vegna þess að þú veist að þeir eru með handjárnin, sko, svo, þú veist að það eru orðnar, skilur, þá er sér sett hönd, þá bara verða þeir fyrir, þá það bara höggva þeim hendina til þess að Höndin er orðin ónýtt út af að búið að eyðileggja blóðfæðið. Þannig að hendunar eru að rotna á þeim lifandi. Og svona, svo náttúrulega bara þetta viðmót þeirra sem taka á til fanga, sem sparkið og stanslaust með stáltám. Þeir eru látnir horfa á samfanga sína, sko algjörlega tortúrera það, sko, til helvítis, þú veist, og þetta og vitneskjan þetta hún er fyrir hendi og hvað gerum við?
Þetta kemur þetta ekki fram í það sem einu svona kallað útvarp allra landsmanna. En sem reyndar ég hef ekki heyrt sko allra sjálfstæðismanna eða eitthvað. Já, ég segi bara, þú veist, ég vona að ég hafi rangt fyrir mér. Já, en í útvarpi allra landsmanna þá ég hef ekki heyrt orð sko. Og þá erum við að tala skilur þetta er svona þykir alveg fréttnæmt sko. Nei, bara svona ég segi svona. Já, en þetta sagt frá þessu út allar heim svo þetta sé ekki kannski sagt frá þeim í sama hætti og maður myndi ætla út af alvarleika málsins. Akkurat sko og þú veist og þetta er svona þessi systematíska niðurlæging sko sem þessi andlega niðurlæging og ég meina það bara endalaust sko þegar fólk klætt í bleiur áður en það fara raflost sko þú veist þetta er bara þetta maður þarf að æfa sér svolítið í að lýsa svona hlutum sko það er ekki auðvelt og Þetta aðferðir sem Bandaríkjamenn hafa notað í Írak lágu út myndir þar sem þeir voru að pynta fanga með svona hætti mjög svona kynferðislega og svo voru þeir náttúrulega með pyntingabúðir út allan heim utan sína lúksu Guantanamo áður en að menn komu þangað þá var yfirleitt búið að pynta þá hist og her heiminn utan laga og réttar in the land of freedom. Þetta bara þær aðferðir sem að þetta ríki beitir brúnu fólki. Já, það er það sem að sko. Brónt fólk. Þú veist að tala að Ísraelsmenn þoli ekki andstöðu Palestínumanna og við höfum nú rætt það áður að þegar maður ræðir við Palestínumenn þá talaður að nú sé bara sigurinn í höfn af því að sko ofbeldið gagnvart þeim orðið svo mikið að það get ekki farið lengra og maður skilur ekki alveg þessa niðurstöðu en maður skilur heldur ekki sko hvernig Ísraelsmenn sjá fyrir sér niðurstöðuna að ef þeir kalla hópa fólki einhverja kakkalakka og hegða sér gagnvart þeim eins og þannig búast þeir við því að allt í einn daginn segir Palestínumenn já ok, við skulum bara vera kakkalakkar fyrir ykkur og beygja sig undir það. Nei, það náttúrulega munu þeir aldrei gera. Palestínumenn munu aldrei gera. Það er sko Ísraelsmenn búist við því sem niðurstöðu. Ég hugsaði kannski þeir vonið það ef að fólk eins og sko fólk sem er komið á þennan stað sem er tilbúið til þess að beita fólk slíku ofbeldi eins og þetta fólk, þetta er svona ég myndi segja, er þetta ekki svona fólk sem er kannski haldið einhvers konar drápsfíkn og satista Það er mörg dæmi það að hvað það er eiginlega sorglega stutt í þetta ástand og við þekkjum það til dæmis frá Júgóslavíu þegar samfélagin voru brotnað upp þegar það nötu ekki lengur svona vendar svona yfirríkis að þá snérust svona þjóðirnis meiniakar að nágrunum sínum og bara nauðguðu þeim og myrtu þá og töldu sig hafa allan rétti þess. Og það er auðvitað í mannlegu eðli, þú veist, og það er eins og hann Chris Hedges, stórvinur minn úr tölvunni, sagði svo réttilega there is a razor thin Þú veist, þetta er bara, við þurfum alltaf að vera að berjast við þetta sko, í okkur. Og við verðum að viðhalda mennskunni því annars föllum við fram á. Já, og það er auðvitað bara viðhalda réttlæti, viðhalda mennsku. Þess vegna er þetta ákall raunverulega að samfélög heimsins bregðist við þessu. Já. Ef það er ekki bregðist við þessu, þá munir það bara halda áfram og stigmagnast. Já, sko, horfum við upp á eitt þjóðarmorð. Á samþykkjum við öll. Já, og þá erum við að samþykkja það að líf fólks sé einskisvirði. Já, og aftur vitna ég viðkomandi. Og þar með okkar. One day we will all be Palestinians. Þannig er það bara. Þetta er sko, já, þetta er mjög svona, þetta er mjög hættulegu staður sem við erum á núna, sem mannkinn. Og hann er hræðilega sorglegur. Hann er þetta er sko, þetta eru fleiri og fleiri að vakna til meðvitundur hversu hræðilegt það er sko, en við erum náttúrulega búin að vera þessi ögurstund, hún hefur sko tekið svona fulllangan tíma fyrst mér og Ég heldur reyndar að við séum að við verum að horfa kannski aftur, nú talaðum við Víetnamstríðið það sem var verið verið að myrða fólk, þú bandar ég menni því að bara hvolfa yfir fólk logandi napalmi og brenna það lifandi og ætlaði að útrýma því. Já.
Þá fannst, eins og í sögunni, ég var náttúrulega bara barn á þessu tíma, eða svona, já. Að þá var eins og að væri svona meira þol á meiri segla á Vesturlöndum til þess að berjast gegn þessu. Það voru fjölmiðlarnir voru á staðnum og sögðu fréttir, meðan að núna virðist þetta vera fyrst og fremst bara fólk sjálft að segja fréttirnar. Það voru háskólasamfélögin, var stjórnarandstaða. Núna er allur þingheimur í Bandaríkjunum klappar fyrir morðingjanum. Já, allur þingheimur sko bara niður á Austurvelli situr bara eins og hann sé kaffdópaður sko og hann er sennilega bara að fá sér glas. En þarna sko en það sem að fólk hefur verið svona að ræða það að þetta er auðvitað allt svona þessi heimsveldastefna Bandaríkjanna er auðvitað það sem er sko liggur til grundvallar hérna. Ég meina þeir sko horfir á þetta bara þú veist það er allir fjallhressir í þú veist og nú er þetta bara á að herja á Miðausturlönd, bara leggja þau undir sig. Ísrael vinnur fyrir þá þar. Forna Úkraínu bara Úkraína vinnur fyrir þá hinum já. Það var bara fornheitli þjóð í það. Já. Ég meina láta heilu kynslóður Úkraínumanna bara drepast. Já, með einhvern sko í einhverju svona stórvelda hugmyndum það að þá verði Rússland veikara og það verði hægt að kljúfa milli Rússlands og Evrópu og endanum er þetta líka, þú veist, þetta er svona þú veist, þetta er svona þessi yfirburðahyggja sem er sko fullkomlega ógeðsleg og óþolandi og þú veist ég sem ekki gera fyrir neitt nema bara vopnaframleiðendur, þú veist, og ég sko Það er ekki vopnaframleiðendur á Íslandi? Nei, við erum bara svona, sko, íslensk stjórnvöld eru bara hundar svona. Það er gaman að vera bara í kvittar, já. Bak við búllíinn á skólalóðu. Já, það er bara, þú veist, eitthvað stæð kildan og svo segja skál bara. Það er Margrétina. Við segjum þetta gott í dag. Takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir. Við kemur aftur á mánudaginn. Já. Sjáumst á og þeir eru með þátt í dag. Já. Það var allir að Þetta frá Palestínu. Já. Þú og Sara Stefhildar. Já. Og þau fáið gesti. Já, við viljum fá Steinunni Gunnlaugsdóttur. Myndlistakonu. Já, myndlistakonu. Sem er með sýningu hérna í glugganum hjá okkur. Já, og Þóri Jónsson Hraundal sem er miðausturlandafræðingur og vinnur í háskólanum. Og sérfræðingur Íran, ekki? Já, þannig að hann, sko, þau ætla svona... Skalla við hann Íran. Já, og hann hefur svona, já, hann stóð fyrir svona fyrirlestararöð og þú veist svona nokkurum aðgerðum innan háskólans á síðasta vetur og við ætlum að tala við þau þetta. Laka til að hlusta á þau. Kærða. Takk. En ég seti þetta áfram og reyni að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.